Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ég var að labba Facebook daginn eins og maður gerir. Maður labbar bæinn og Facebook og maður lifir í þessu tveimur heimum og kannski fleiri heimum, draumaheimum og eitthvað fleiri. En þá rakst ég á viðburð sem heitir Lífskviða 2025 og mun eiga sér stað á Akureyri á laugardaginn næsta og ég vissi ekki alveg hvað það var og kíkti inn á viðburðinn og þá var þessi texti, það byrjaði þannig labbaði út með dauðadóm á bakinu síðasta þriðjudag, búinn að fá niðurstöður varðandi krabbann, örið á vélindanu hefur búið til svo mikið mein á lifrinni að þeir segja að þetta ekki meðferðartækt, vikur, mögulega mánuður eftir. Í þessari tímalínu. En þetta gerist allt of snemma í sögunni og ég veit að það leið út úr þessu rugli en þar til kraftaverki gerist erum við nú á Akureyri að skipuleggja nokkurs konar lífskviðu, kviðu lífsins með ljóðaupplesturum, tónlist, tölum, myndlist og fleiru. Það verið gaman að sjá ykkur frábæra fólk á laugardaginn 25. janúar á götu Sólarinnar nr. 6. Þetta langleiðina út í Kjarnaskó en nóga fólki á bílum, reddast allt og svo heldur þetta áfram í svona venjulegri takti með að viðburði á Facebook og þetta, mér finnst þetta svo sérstakt að ég ákvað að slá á þráðinn norður til Akureyrar þar sem að Ásgeir H. Ingólfsson sem að skrifaði þennan texta staddur, fluttur heim til mömmu sinnar. Ásgeir, hvað þetta þetta sérstakt og þetta ekki alveg svona eðlilegt, það ekki allir sem að fá þessar fréttir sem að bregðast við með þessum hætti að efna til menningaviðburðar. Má ég svona spyrja hvað segðu mig frá þessu þess? Já, það sem gerist náttúrulega bara svona bara rétt til að kannski verið sem að þá svo koma kaldir inn, þá svo sem bara var ég ég svona bý í Prag og Akureyri og Reykjavík svona og þar sem menningarblaðamaður og skáld og textagerðar maður ýmislegt og lífið bara svona var í þeim takti þangað til að ég labbaði inn að ég hélt bara með brákur ribbin á spítur í Prag og það kom í ljós að ribbinin voru svona nokkurnir orðið góð en það var eitthvað meira annað sem að lítið og síðan eftir svona bara frekar rannsóknir þá eitthvað aðeins í Prag og svo ákvaðum við bara að fara heim. Það óþægilegt að vera á sjúkrahúsi í Prag þar sem að hjúkrarnir tala við íslensku orðnar að þá sem sagt ég búinn að vera á spítala heima í ykkur tíma og svona flutt þessa milli hjá móður minni og maður náttúrulega bara búast við svona hvað skal segja, einhver svona passlu að þetta einhver lyfjameðferð sem að tækja árið og svo bara myndum að vonandi geta haldið áfram og síðan svona voru fréttina verri þarna á einhvern tímapunkti þannig fyrir viku 10 dögum hvað það og það má alveg segja að tvennt hafi þessi viðburður byrja nú bara sem einhver hugdett og ég var að reyna að átta mig eftir á hvernig það var svona stóla þínu þannig að þá var það kannski einhvern veginn þegar maður fyrst búin að fyrir fréttinar þá bara gerum þetta og svo bara gerum alltaf eitthvað skemmtilegt úr því og svona síðan eiginlega þegar að það var komin eitthvað alvar í svona viðburð sem slíkan þá var ég nú eiginlega fann að bakka með það trú öllum verstufréttunum og var alveg komin í og í þeim gír að það sé nú alveg hægt að gera eitthvað en þú veist það náttúrulega bara eitthvað ég náttúrulega kolfjall í líffræði gamla dag þannig að það er kannski, það viðtal fyrir einhvern annan þannig séð.
svona krabbamens dítilnir, þannig séð. En Þannig að skiljið þið rétt að viðburðurinn er að einhver leiti til þess að fagna lífinu sem að þú ert kannski að kveðja. En að einhver leiti er svona trú á það að viðburðurinn getur jafnvel búið til eitthvað svona kraftaverk að þó að kannski sé hægt að sjá fram í tíman eitthvað sem að gerast að þá er alltaf möguleiki á einhverju fráviki. Það fer ekki allt eins og það á að gera. Já. Ég myndi segja að það sé alveg hlutaði. Og ég man til þess nafni, sko, þú veist, með, man það bara hugsa þú veist, þetta sem nafn, sko, þú veist, líkvöggur og elafara af það, sko. Og ég geti finna eitthvað svona góðan kontrapunkt. Og uppalega var það nú eitthvað lífsvaka eða eitthvað, svo bara sátum við nokkur og starri vinur minn stakk upp á kviður sem að okkur fannst bara miklu betra. Lífskviða var fallegt orð, sko. En kannski ef ég fer aðeins í, sko, það er svona einhver hugmyndafræði bakveðar sem er, sko, kannski dálítið mikilvægara heldur en bara þessi gjörningur, sko. Annars er það auðvitað, það er að svona hóa fólki saman og það er raunin út af því að þú veist, kannski þessir bara, ég ætla að búi víða og unni víða og svona, mér er bara svona pínu gaman að sko sjá heimann að mætast. Það er ykkur af vinum og kunningum sem að þekkist ekkert og það er alltaf að segja sögur að þeir tengi ekki, sko. En leið er líka gelast að sko, það er gamli vinnarhópar sem hafa pínu bara tvistrast og allt í að hittast núna, sko. En ég fyrir svona í aðal kannski filosófíuna samt er eiginlega að sko við getum náttúrulega lent í þessu að vera skemmtilega bara allavega helviti nálægt augunum hvort séum staðanum ekki. Og þegar það gerist og við þurfum svona að fara að taka þeil og allt það að þá er svona einu vestruna heimi venjan að auðvitað koma saman og syrgja og allt þetta, sko. En síðan þetta praktíska er rosalega peningamundið og eignarbundið að það er bara ellarskráin. Og og það er svo sem fínt fyrir þá sem hafa átt góð og gjöful ævi og klára allt sem þeir ættu að gera og eiga nóg af eignum og fjármunum til þess að láta börn eða aðra arfingja fá. En síðan erum við rosalega mörg sem erum kannski ekki neitt. En ég held að séu rauninni mjög fá sem erum ekki neitt. Ég held að við séu rosalega mörg sem eigum eitthvað sem að sko er ekki farvegir til þegar við erum farin. Bara, þú veist, tölvar okkar. Að það getur verið hellingur af textum eða lögum eða myndum eða vídeóm eða, þú veist, uppskriftum af textilvarningi eða hvað sem er, skilurðu. Bara hvað sem þínir hæfileikar og ámáleikja, sko. Og þetta er allt, sko, burtséð frá því, þú veist, hvort að þetta er einhverjum gróðu á stað, sko. Að það er svo blóðugt að þetta hverfi bara. Án þess að bara út af þetta er læstan inni. Þannig að það sem ég hef ekki verið að gera hér rauninni samhliða er hreinlega að bara að fá, sko, bara finna meðal vinna á kunningja og bara fólk sé það ekki. Svona hálfgerða, sko, ljósmæður og ljósfeður fyrir, sko, ljóður mín, fyrir textana mína, fyrir myndina mínar, fyrir vídeóið mín. Þannig að þau geti svona gramsað í þessu, vita hvað það snýst, geta, þú veist,
ef þetta er nógu gott, búið þetta til útgáfu, jafnvel haldið áfram, fundið bara eitthvað, þú veist, ég finnst bara mjög fattast ef að, þú veist, einhver skáldsaga sem ég er búin að skrifa fyrstu 5 síðanir í að það kom bara einhver frábær höfundur og skrifi hinnar 195, skilur þau? Já. Þannig að þú ert að skrá saman eða svona eins og fólk gerir með veraldareignir þar sem að ríður og mögulur fær granda. Að skrá saman svona, já, hvað er þetta? Andlega lífið þitt, innra lífið, þáttaka þinn í menningunni, félagslega bara allt þetta og allt þetta og allt minn list og allt sko og ég meina auðvitað hellingur að segja bara sem að fer á haugana, skilur. En það er bara fínt að sé eitthvað sem geti gramsa í því og gert eitthvað með það, sko. Og svipað er líklega í veraldlegu hlutunum, það er ýmislegt dót í geymslunni sem að kannski engi vill eiga. Já, nákvæmlega. En það er svona, veistu hvað þetta gerir vel stól, þú veist. Þú sér stól, þú veist hvernig hann virkar. Kannski er hann og fattur, kannski ekki. En ef þú sérð eitthvað myndasafn og svona, þú veist ekki hvað þetta er og þú veist, þannig að það sem ég bara svona finnst fallegt væri að það verður svona einhvern veginn til já, ég meina hvernig sem þetta endar hjá mér að þetta verður bara eitthvað svona og auðvitað hefur eitthvað gert þetta út í heimi, skilur, ég veit það alveg að þetta verður bara eitthvað svona sem teljist eðlilegt að gera að Ásgeir, hvað er þetta gamall? Ég er 48 núna. Já. Þú hlýtur að vera að horfa svolítið yfir lífið og eins og þú lýsir þessu þá er þú ekki þeir sem eru að sækjast eftir einhverjum veraldlegum auð og svona þannig að uppgjörið þitt er ekki þú átt 75 milljónir í eignir og svo áttu skuldur upp í 21 eitthvað svoleiðis. En þú ert að fara yfir svona mann sem að hefur svona sóst eftir því að eiga ríkt innra líf og eitthvað fleira og ert að gera svona eitthvað svona úttekt á því til hvers var lifað, eða ekki? Jú, ég kannski myndi segja að þú veist að auðvitað vilja alveg hellinga orðum í viðbót en ef ég fæði ekki þá finnst mér kannski ég skal alveg bara veikuna við fannst kannski til lifað ef að þetta að það verður ekki eitthvað aðeins meira úr þessu sem er tölvið núna, skilur við og ég man sko fyrst þegar ég heyrði á því krabbi að bara af einhverjum lækni í Bóhemíu að það var ekki sko það var með þú veist eitthvað svona stuðningsfulltrúa með sér svona ástæð sko og og það hafði tilfinningur að þau byggust við þessu viðbröðum eitthvað svona þú veist bara dauðinn eitthvað svona það fyrsta sem ég hugsaði var hreinlega allt ókláraða allt sé átt óklárað og hvort ég geti klárað það á eitthvað þátt eða ekki og og svo ef ég sleppi gegnum þetta þá er það náttúrulega ætla ég nú að vona þetta kannski svona kennir mann eitthvað að vera svona pínu gætlas með að klára þú veist ég meina ég skal bara alveg að það er ég ætti að vera búin að klára miklu meira af þessu en ég hef gert sko ég skal vera alveg fullkomlega heilagur með það. Þannig ef að þú áður hefði vitað að þetta þú gæti komist á þennan punkt að þá hefður reynt að klára meira og lifa meira í takt við það sem að við ættum öll að vita að við erum með lífið að láni? Já og nei, ég meina þetta eru þetta sko vekjarklukkur sem ég þurfti kannski. Ég hef búin að fá hann áður og þarna er sálfræðitími sem ég á eftir að fara í að sko þegar að pabbi dó 2019 það var svona kannski sem er bara klassísk og svona frestuð sorgarviðbrögð svona hálfára seinna þess að ég var rosalega svaf ekki neitt var rosalega skapandi en kannski skapandi á ópraktískan hátt og þetta var alltaf láttir sko og ég man þá bara svona þetta eðlilega sorgarviðbrögð sko sem gerði þetta aftur, ár eftir gerði þetta held ég 4-5 ára í röð og núna er það að gerast í 5. að 7. sinn nema núna er þetta krabbi
Þannig það er kannski eitthvað sko, einhver leiti líka minn eitthvað að segja mann eitthvað sko, sem ég held að sé bara hreinlega að þú veist, fórna meira, skapa meira sko, þú veist, maður er alltaf að reyna, en þú bara, þið vitið hvernig það hark er, að maður alltaf bara festist í alls konar hérna, síðan ryksuðubakninga og svona, þegar maður ætti að vera skrifa skáldsögur. Já, við erum ekki alveg frjáls. Það er þannig. En þú kannast við það að það er oft sagt að frammi fyrir dauðunum að þá sér fólk ekki eftir einhverju sem það hefur gert, heldur frekar því sem það hefði átt að gera. Já, algjörlega. Ég held að, hérna, ef ég myndi vanda mig, gæti ég séð eftir einhverju sem ég hef gert, en hitt er þið miklu liti. Má ég spyrja það því að þú ekur þér svolítið svona til, ertu þjáður eða ertu kannski blanda saman hérna sársauki og kannski afleiðingar af lyfjónum sem þú á? Ég er ekki svo þjáður, aðeins núna sem sagt sársauki sem hefur eiginlega verið svona eins og kúla hérna með stór og stundum nú svona hálfgeir kippir. Síðan í rauninni sko hjúkkan, hefur búin að vera að tapa vikulega spítalega en hjúkkan skammaði mig fyrir að taka ekki nóg verkjalyf, þannig að ég er svona að reyna að bæta mig í því. En verkinir eru ekki, vandinn er eiginlega aðalega núna að hérna bara svona kraftleysi í löppum. Ég kom með kraft til þess að sitja og vera þessi tölvuna og skrifa svona sko og að það, en hérna eins og segi, mér hlakkar mikið til að geta ég skulle segja hérna batinn þið virkilega komin vel á veg þegar ég fer að geta tekið einhver svona hálfkaraða labbitura sko. Herðu, en þú sagðir okkur frá því að hérna, þú hefur haldið að vera með brákuð rifbein í Prag. Hvað langt síðan það var að þú hélst að meini þitt væri brákuð rifbein? Þegar þú áttar á því að það var sem sagt, já, ef ég gefið tímalínuna, ég fór hérna í svo ferðalag byrjar í byrjun nóvember. Þá myndi ég kannski segja að sko í nóvember hafi verið svona fyrstu, eftir að hyggja fyrstu kannski merkin, ég var aðeins listaleysari og ég var aðeins hérna kraftminni, en ekki meir en svo að maður leit bara á sem einhverja ferðafréttur sko. Og svo það svona miðja nóvember. Það í Tallinn í Íslandi og svona úti og ég að ganga niður stiga en ég er komin bara í síðasta þrepið. Og ég detti einhvern veginn og venjulega myndi nú ekkert vera að bráka rifbein á svona falli. En ég datt rosalega einkennilega. Að í staðan fyrir að detta fram fyrir mig þá einhvern veginn fór ég einhvern skrýtna lúpu eða kúpu og einhvern veginn fór einhvern hring sem ég veit ekki hvernig orsakaði sko. Þetta náttúrulega bara hluta manni bara, þú veist, þetta hefur verið bara pabbi gamli eða einhver góður íslenskur vættur að snúa upp á mig að koma mér að spjalla sko. Þetta var í nóvember, upp á miðjum nóvember núna í fyrra? Já, og síðan ég sko hérna, ég fer ekki fyrir, ég náttúrulega bara þetta mikið íslenskur kapp bara að vera látur að vera á spítala og þú veist, þeir ekki fara á spítala í 10 ár, í 8 ár kannski. Og hérna, fyrst náttúrulega, það vika að reykjum heim og tekur við smá vinnutörn og allt það og síðan bara loksins fer ég á spítala og ég var nærrið því farin út af því að ég hafði glemt að setja mig í voltalinn sem klífur aðeins og var samt ekki að finna neitt. Þannig að ég var bara, kannski ætti ég ekki að vera, þannig að kannski ég bara orðinn góður, sko. Þannig sem betur verð satt í alleikur.
En þegar þú ferð að vita þetta er krabbi, þá hefur þetta verið að grassera í þér lengi. Þú með þessi læknarnir að segja núna... Það er bara mjög erfitt að segja. Ég hef ekki fengið alveg skýrt svo einhver tíma, já, sko. Þetta er sem sagt, ég man ekki hvort það voru búin að... Þetta er sem sagt skrítið krabbaþýlinn til að þetta þetta í vélinda. Ég var lengi sko að finna þetta, á tímabili heldur þetta var magakrabbi og svo framvegis. En það er satt í vélindanu, neðst í vélindanu er eitthvað eitthvað sár. Og það myndar einhverja sko, það má vel að segja sko vandinn er satt ekki beint þar, heldur er það að skapa þessi mennvörp á hvað heitir það? Lifrinni. Já, á lifrinni, já, ég veit. Og þar liggur í rauninni vandinn. Og hún er bara orðið allsett og staðan er kannski svo að þeir töluðu og það að sko ég væri og veikur til þess að fara í meðferðina. En það er nú alveg orðar sko svona það stöðutjekka nú orðið kannski eins og hálfsviku gamalt sko. Og mér finnst ég nú orðin svona tölvöld hressari en þá. Þannig að ég er svona vonast til þess að ég er svona að vinna mig upp í það að eins og segi, bara með þeim fyrirvara, þú veist að ég heiti krabbameinslæknir á morgun og ég var torsilíffræði og allt það sko. En þá svona held ég að staðan sé núna dálítið svo að ég þurfi hreinlega bara að verða ná þeim styrk að taka slaginn við fyrstu lyfjameðferðina. Og ef ég næja að komast ekki hana þá náttúrulega reikna ég allavega með allt landslægi hvert sem það verður. Og þá að krabbinn verði skorinn í burtu og þú jafnvel fá nýja lifur eða er það svona leiðin sem þetta gæti í besta falli farið? Nei, ég held að það sé nú ný lifur, það er eitthvað allt annað dæmi held ég sko. Annars konar dæmi. Hvort það verði skorið það getur vel verið en það er þó miklu seinna held ég. Það er allavega nokkrar lyfjameðferðir þar á milli og kannski bara lyfjameðferðir. En í viðburðinu það stendur að það verður opið hús milli klukkan 14 og 17 og þetta er í götu Sólarinnar og það er byrjað á spjalli. Það er í rauninni sko opið hús sko 14 til 17 og það er bara svona meira bara svona chill og allt það sko og svo eru 2 tímar þarna sem fólk bara fer að bauta og fá sér að borða og svona eitthvað. En síðan svona eftir 19 þá kannski er meiri dagskrá. Og þá verður svona... Hún er að skýrast, það eru ljóð og tónlist og hvað sem að... Já, það er bara mikið af listamönnum að koma, láta einhverju héðan, einhverju utan og einhverju Reykjavík og allt það. Og við samt hingað til ekkert vera öðru sérstaklega hverju þetta á bara að vera svona bara allsýlegt og bara fólk kemur og grípur í og bara lesa og lesa eða teknar og hefur gaman sko. Eða syngur. Eða hvað sem hentar. Þetta er áhugavert og ég hvet fólk til þess að kíkja á þennan viðburð sem er allavega inn á Facebook og það má finna það bara á veggnum hjá Ásgeiri H. Ingólfssyni. Það er sérst á laugardaginn á Akureyri. Akkurat. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna inn til okkar. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Óska þér alls þess besta og góð spata. Já, takk fyrir. Takk kærlega. Takk. En Rauðaborða heldur hérna áfram. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.